er ekki eftir tap gegn Norðmönnum þá eru þið mættir hérna heim til æfinga og leiku við Liechtenstein á mánudaginn. Hvernig stemmingin í hópnum? Hún bara fín. Við vorum að ferðast í gær, erum ekkert búin að æfa neitt. Þannig að í dag verður mjög líklega bara svolítið mixuð æfing. Sumir að jogga sig niður og sumir að æfa aðeins harðar. En það bara fín stemming eins og alltaf. Það er svo mikið búið að ræða þennan Noregsleik og svona ákveðin kritík sem að landsliðið fekk á sig þá. Eru þið eitthvað að pæla í því? Nei. Þú veist, auðvitað maður að lesa einhverja fréttir eftir leikinn og svona. Og við finnum alveg fyrir því að fullt af fólki með rosalega áhyggjur af hvernig við erum að standa okkur akkurat núna, en við vitum alveg, við þekkjum okkur og vitum að við erum betri í keppnisleikjunum heldur en æfingaleikjunum, þannig að það er allt undir kontról, eins og maður segir. Hvað er það sem að þér finnst að þurfa að breyta svona helst og sérstaklega kannski í þessu leik við Liechtenstein? Bara við þurfum að fara í þetta með aðeins meiri alvöru. Við vorum svolítið passífir á móti Noregi og vorum að passa okkur að meiðast ekki og svona. Og bara gera þetta. Þetta er náttúrulega síðasti leikur fyrir mót. Við þurfum að bara fara í 100% og gera þetta almennilega. Nú fenguð þið smá slökun í gærkvöldi og fóruð í bíó. Sáuð Jökulinn logar. Hvernig fannst þið myndin? Mjög flott mynd og bara vel gerð í alla staði. Ég held að það hafi verið rosalega vinna á bak við þessa mynd. Það var gaman að sjá hana og á svona fórsýningu og þetta bara stemming. Og aðeins aftur út í leikinn við Liechtenstein, hvernig býstu við byrjunarliðinu? Erum við að fara að spila okkar sterkustu mönnum? Maður myndi halda það að taka síðasta æfinguleik með sem sagt líklegu byrjunarliði, en maður veit aldrei. Þjálfarinn ákveða þetta og það getur vel verið að þeir vilji skoða eitthvað, þannig að það kemur bara ljós að því ekkert spáði því, þeir ákveða þetta, Heimir og Lars. Lars talaði það í fjölmiðlum í gær að portúgalska liðið væri svolítið að dýfa sér. Er þetta eitthvað sem þið hafið rætt á fundum? Já, örugglega. Við erum ekkert búin að vera að tala um Portúgal núna fyrir keppnina, en þegar maður talar um þessar, þú veist, Spánn og Portúgal og þessar þjóður, þeir eru alltaf að henda sér niður, þannig að það vita allir af því. Það verður engin afsláttur í ykkur samt? Hvað sagðirðu? Það verður engin afsláttur gefinn í ykkur samt? Nei, sjálfsög ekki, en auðvitað þurfum að vera klókir þegar við erum komin nálægt okkar eigin marki. Það verður ekki að gefa mönnum eins og Ronaldo séns á að negla honum frá 16 metrunum og allt svoleiðis. Þannig að það bara að vera svolítið reynsla í okkur og skýnsemi.